Það sýnir ykkur svona það helsta sem maður þarf að hafa þegar maður er að búa til svona kennsluvídeó. Það er mjög auðvelt þegar maður er að taka upp eitthvað verklegt að hafa bara svona iPad. Svona hérna. En maður kemst í hans að mjög fljótlega að því að maður þarf að hafa eitthvað til að halda iPadinum. Það þarf að fá svona haldara eins og þennan hérna bara á Amazon eða eitthvað staðar. Kostar ekki mikið. Einhverja 1000 kalla. Og síðan þarf maður svona í flestum tilfellum ekki nú að maður takist að vinna úr öllu þessum vídeóum þannig að maður þurfi ekki að klippa augun. Oftast þarf maður eitthvað forrit til þess að vinna úr þessu eftir. Og það er þetta TechSmith, Camtasia frá TechSmith. Og það er ekkert annað forrit sem ég get mælt með hreinlega fyrir til að búa til kennsluvídeó. Og síðan þarf maður líka eitthvað til þess að taka upp hljóð. Og það hefur reynst mér mjög áríðandi. Allir þessir innbyggðu míkrafónar í tölvum og tækjum, þeir eru bara ekki nógu góðir. Þannig að þessi hérna hefur reynst mér mjög vel. Kostar svona cirka 10 skall, 10-12 skall, eitthvað staðar. Og síðan ef að á myndavélunum, þá þarf maður almennilega upptöku mikrofóna. Ég hef farið út í svona Canon-vélar vegna þess að það sem ég er að taka upp er bara mjög erfitt að taka upp. Ég þarf að stundum að vera með mjög gleitt horn. Stundum þarf ég að zooma alveg niður í mjög litla nákvæma smáhluti og þetta upptökurnar eru bara mjög erfiðar tæknilega séð. En ég hvet bara þá sem að vilja reyna sig á kennslu vídeóagerð að byrja bara. Veist, notaðu bara farsímaðinn og taktu upp. Eða einhverja spjaldtölvu eða eitthvað. Síðan bara þróast þetta í þá átt sem að í þann búnað sem að þú þarft á að halda og þú reynir kannski að snúa upp á hendina á vinnuveitandanum, skólanum eða hvað það er. Aðstoða þig fjárhagslega í að útvega þetta, kannski tekst það og kannski ekki. Lagalega séð á skólinn að útvega öll verkfæri og þess áttar en það er nú lengi borið fyrir sig einhverju peningaleysi á þeim stöðunum, eins og við vitum. Og hérna sjáum við hvað ég er að gera. Að þetta er það sem ég er að taka upp. Ég er með þráðlausa tengingu héðan og í myndavélina þessa. Þannig ég sé alltaf hvað ég er að taka upp. Sem er mjög áríðandi líka. Sjá hvað maður er að gera. Og lýsingin, hún gæti orðið til vandræða og sérstaklega í dag þegar við erum komið með svo mikið af LED-perum. Að LED-perurnar þær eiga til að blikka og þá blikkar öllu upptakan hjá manni. Perurnar sem ég nota hérna eru venjulegar glóperur. Það er reyndar ekki hægt að fá venjulegar gamaldags glóperur lengur, er þetta halógenperur og fyrir utan hennan flúrlampa sem er hérna í loftinu og þetta er komið ljós hvað áhrif hann hefur á upptökurnar hjá mér. Ég áttur að sjá það. En gæti sem sagt lent í því þegar það er LED-lýsing að það gæti blikkað allar upptökurnar vegna þess að LED-ljósin þeir blikka yfirni, við bara sjáum það ekki.
eins og segi, bara grípa það sem hendi er næst, iPad eða einhverja spjaldtölvu eða eitthvað farsíma, einhverja myndavél sem getur tekið upp vídeó, alveg sama hvað það er, og bara byrja að prófa og reyna og vera svo tilbúin að verða sér út almennilegan míkrafón svo það heyrist nú almennilega hvað maður er að segja. Og síðan forrit til þess að vinna úr þessu. Kennarar geta auðvitað fengið forritið úr Vísindavefnum, annars bara hjá skólanum. Skólinn á náttúrulega bara útvegað það. En ef það er eitthvað nöldur, þá er það bara Vísindavefurinn að borga forrit. Svo segi ég bara gangi ykkur vel. Þetta verður bara gaman og þetta er að verða mjög hissa hvað þetta skila miklum árangri. Og mér er ég að skila að vera nemendur að ná 3 til 6 sinnum meiri hraða eða afköstum í verkefnum heldur en áður. Bara á því að nota kennsluvídeó og gott skipulag.